3-0 tap, hvernig líður? Hann líður aldrei vel eftir að tapa leikinn. Ég var alveg rosalega reiður í leiklíðinu af því að mér fannst þrátt fyrir að við vorum að spila sæmilegan fótbolta lengst af í fráleika þá gerum við okkur sekund 2 einföld mistök sem að kosta okkur mörk og þetta eru ekki mistök þar sem við erum að tapa bolta eða eitthvað svona, þetta er bara mistök í einfaldri talningu í varnarleik í uppstilltum atriðum sem að kosta okkur mörk. Það svíður að hafa þurft að fara inn í leikli með 2-0 í baki eftir að leikurinn hafi verið frekar jafn og kannski frekar við sem að vorum að skapa fyrir utan þessi 2 mómentarna. Og svo í seinni hálfleik þá komum við út með miklu krafti og sköpum okkur hellinga dauðafærum og okkur virðist bara vera fyrirmunið að skora mörk akkurat núna, þannig að það er eitthvað sem við þurfum að halda áfram að vinna með. Segir fyrirmunið að skora mörk, bara síðustu 5 leikir í bestu deildinni, ekkert mark. Hvað vantar hann upp á? Það vantar náttúrulega bara eitthvað að trúa á þetta, sko. Þú veist, í síðustu leikjunum fyrir hlýja þá vorum við ekkert að skapa okkur mikið af færum og það er alveg að vera bara fer með það og segja eins og er. En í síðustu 5 leikjum höfum við skapað okkur hellinga góðum opnunum og fengið allavega 3-4 galopin færi í báðum leikjunum en já, það er einhver herslumunur sem vantar aðeins upp á okkur og þetta var kannski ekkert heldur eitthvað sem við lögðum ofur áherslu á í fyrirhluta móts. Við erum búin að vinna okkur svona hægt og bítandi frá því að vera lið sem getur spila út úr varnarlínunni og koma boltanum upp í miðjuna og halda boltanum innan liðsins vel og erum svo búin að leggja aðeins meira áherslu á það hvernig við ætlum að skapa okkur færi og reyna að nýta þau og nú erum við að skapa þau og ég trúi bara alla leið að við séum að fara að nýta þetta í næsta leikum. Séu tala mikið við dómarann, getur eitthvað sagt okkur af hverju varst að tala við hann? Já, við vorum nú bara bæði þjálfarateymin að tala við dómarann um það að okkur finnst leikmenn beggja liða illa verndaðir í leiknum og þetta er eitthvað sem er bara svona almennt í deildinni. Leikmenn komast upp með of mikið, það er eins og það í að lækka eitthvað svona standard af því að þetta er kvennafótbolti, að refsa ekki fyrir svona hluti sem myndi vera refsa fyrir í karlafótbolta og það er ekki gott. Mér finnst við vorum ekkert að ræða einhver einstök atvik úti, heldur bara að þessi leikur varð að bara frekar ljótun leik á kafla og mér fannst 3-4 leikmenn hjá mér hafa getað fengið gulspjöld, mér fannst einhver leikmenn hjá Þrótti hafa getað fengið gulspjöld líka en eitt gulspjald í leik sem er mjög fastur og eiginlega bara dört í álöngum köflum er bara ekki nóg gott og það er vont að standa þess að ég sá að það sé ekki refsa fyrir það sem er refsivert og þú veist, búið að dæma held ég 6 víti í öllu mótinu, þessi 3 rauð spjöld komin í 12 umferðum undir 2 gulspjöldum meðaltali leik. Þetta er bara, þetta er það sem við vorum að ræða við hann og það var ekkert eitthvað sérstaklega gagnvart Ása, heldur bara meira almennt, sko. Takk hérlega.